Forsætisráðherra, kæru fundargestir, ég býð ykkur hjartalega velkomin á þennan kynningarfund á fyrstu niðurstöðum í hinni viðamiklu rannsókn Háskóla Íslands áfallasaga kvenna. Það sannarlega vel við hæfi að halda þennan fund á alþjóðlegum baráttudegi kvenna og ég óska ykkur öllum og okkur öllum innilega til hamingju með daginn. Rannsóknina leiða þær Unnur Anna Valdimarsdóttir og Arna Hauksdóttir, prófessorar í lýðheilsuvísindum við Læknadeild Háskóla Íslands. En þær hafa árabil ásamt samstarfsfólki sínu helgað sér rannsóknum á áhrifum áfalla á heilsufar kvenna. Þessi rannsókn nokkurs konar framhald á því, enda ætlunin að rannsaka tíðni áfalla meðal íslenskra kvenna, mismunandi áhrif þeirra á heilsu kvenna og hvernig erfðaþættir koma þar við sögu. Rannsóknarefnið sannarlega mikilvægt, enda hefur samfélagsumræða síðustu ára og missera, meðal annars í tengslum við MeToo-byltinguna, opnað augu æ fleira fólks fyrir því hvernig konur hafa sætt ýmiss konar mismunun, kynbundnu ofbeldi og kynferðislegri áreitni á ýmsum sviðum samfélagsins, oft með miklum heilsufarslegum afleiðingum. Styrkur rannsóknarinnar felst ekki aðeins í því að varpa ljósi á umfang þessarar meinsemdar í okkar samfélagi, heldur einnig á áhrif ýmiss konar annarra áfalla eins og framhjáhalds, höfnunar af einhverju tagi og erfiðrar fæðingarreynslu sem einnig geta sett varanlegt mark á líf kvenna. Rannsóknin sem hófst fyrir réttu ári ein sú stærsta sinnar tegundar sem ráðist hefur verið í á heimsvísu og til marks mikilvægi hennar í alþjóðlegu samhengi og alþjóðlegu vísindasamfélagi þá hlutu aðstandendur rannsóknarinnar afar veglegan styrk í mjög harðri samkeppni frá Evrópska rannsóknaráðinu og rannsóknin hefur einnig hlotið styrki hér innanlands frá Rannsóknasjóði Íslands og öðrum sjóðum. Styrkur rannsóknarinnar felst ekki síður í öflugri samvinnu við nánasta samstarfsaðila Háskóla Íslands, Íslenska erfðagreiningu, sem hefur á að skipa einvala liði vísindamanna með afar mikla reynslu af rannsóknum á áhrifum erfðaþátta á heilsufar. Frá því að rannsóknarverkefninu áfallasaga kvenna var ýtt úr vör fyrir réttu ári hafa 30.000 konur lagt í lið með því að svara spurningalista tengdum rannsókninni. Það afar gleðilegt að svo stór hópur leggi sitt af mörkum til rannsóknarinnar, en ég tel mig jafnframt vita að aðstandendur hennar vilja gjarnan fá fleiri íslenskar konur til þátttöku, enda mun það efla vísindalegt gildi rannsóknarinnar. Með enn betri þátttöku fæst enn skýrari mynd af áhrifum áfalla á andlega og líkamlega heilsu kvenna og leið verður auðveldara að þróa bæði forvarnarúrræði og ekki síður meðferðarúrræði fyrir þær konur sem glíma við heilsubrest vegna áfalla. Öll svör skipta miklu máli hér. Ég eins og fleiri spenntur að heyra hér á eftir fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar og hvað þær leiða í ljós og ég óska Unni, Örnu og samstarfsfólki áframhaldandi góðs gengis í rannsókninni. Aðstandendur rannsóknarinnar áfallasögu kvenna hafa notið liðsinnis öflugs hóps kvenna til að vekja athygli á rannsókninni. Ein þeirra Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, og ég býð hana velkomna hér í pontu. Kærar þakkir. Ágætu gestir, til hamingju með daginn við öll, en ekki síst þið, aðstandendur þessarar merku rannsóknar. Alþjóðlegur baráttudagur kvenna 8. mars hefur verið haldinn hátíðlegur í meira en 100 ár og hér á Íslandi hafa konur komið saman á þessum degi frá árinu 1932. Oft hefur þessi dagur verið helgaður kjörum kvenna, eins og raunar dagurinn í dag, friðarmálum og svo baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi.
sem þessi rannsókn auðvitað tengist sterkum böndum. Og því mjög vel við hæfi að fyrstu niðurstöður þessara rannsóknar skuli kynntar hér í dag. Ég var hér fyrir ári þegar verkefninu var hleypt úr vör og lagði þá mesta áherslu á gildi vísinda og gildi rannsókna þegar við tökum ákvarðanir. Í dag langar mig kannski að fjalla meira einmitt þá stefnu sem við þurfum að taka sem samfélag og byggja á þeim gögnum sem einmitt við erum að fá út úr þessari rannsókn og fleirum. Auðvitað eru áhrif áfalla á heilsu eitthvað sem við höfum þekkt og vitað lengi, að springa úr harmi, gamalt orðtak, og það eru því kannski ekki nýsannandi að áföll hafi áhrif á heilsu okkar og lífslíkur. Og það heldur ekki nýsannindi að það hefur verið heldur talið fólki til tekna að bera harm sinn í hljóði og bera ekki tilfinningar sínar á torg, enda fyrnist sorg þá frá líður. Og þegar við horfum á tungumálið og hvaða vísbendingar það gefur okkur til afstöðu okkar og sjálfsmyndar þegar kemur að því hvernig við umgöngumst harm, þá gefur það líka ákveðnar vísbendingar það hvaða áhrif, áföll og harmur getur haft á heilsuna. En við höfum smám saman sem samfélag lært að harmur og þögn fara kannski ekki endilega alltaf vel saman. Við höfum lært meira sorgir og áföll og þróa leiðir til að takast á við erfiðar tilfinningar þannig að við þurfum ekki að brotna undan þeim þótt að við bognum stöku sinnum. Við úrvinnsluna skiptir eflaust máli hvernig áföll okkar eru tilkomin og ekki síst hvort að þau hefði mátt fyrirbyggja með einhverjum hætti. Hvort sársaukinn sé viðurkenndur og á hann hlustað, hvort áföllin séu jafnvel tilkomin af mannavöldum og hugsanlega með ásetningi. Og því miður það svo að áfallasaga kvenna nátengd ofbeldissögunni og slík áföll á mannavöldum og því miður oftast á karlavöldum. Og það þyngra en tárum taki hve hátt hlutfall kvenna á Íslandi hefur orðið fyrir líkamlegu og eða kynferðislegu ofbeldi eins og niðurstöður þessarar viðamiklu rannsóknar bera með sér. Sú tölfræði dregur fram þá staðreynd að ofbeldi gegn konum svo algengt að við getum næstum því kallað það hversdagslegt. Það á sér stað alla daga í öllum lögum samfélagsins og tekur á sig ólíkar myndir. Ofbeldi gegn fötluðum konum getur til að mynda haft aðra birtingarmynd en ofbeldi gegn ófötluðum konum. Ofbeldi gegn konum af erlendum uppruna getur verið samtvinna kynþáttahyggju og útlendingaandúð. Þeim mun betri skilning sem við öðlumst á eðli og afleiðingum ofbeldis, þeim mun meiri möguleika eigum við á að uppræta það. Margir líta til Íslands sem fyrirmyndar í jafnréttismálum enda hefur okkur á mörgu leyti lánast að standa okkur vel þegar kemur að kynjajafnrétti. En leið tel ég að mesta gæfa okkar sé að við höfum aldrei litið svo á að markmiðinu sé náð og eitt brýnasta verkefni sem við stöndum frammi fyrir núna, einmitt til að efla hér kynjajafnrétti, að uppræta kynbundið ofbeldi. Og ríkisstjórnin hefur lagt ríka áherslu á að taka þessi mál föstum tökum með því að endurvekja ráðherranefnd og jafnréttismál til að samhæfa betur aðgerðir á þessu sviði, gera áætlun aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess sem nú liggur fyrir Alþingi. Á grunni hennar stendur til að efla þjónustu við þolendur, auka úrræði fyrir gerendur og stuðla að menntun og endurmenntun fyrir fagaðila ofbeldismál svo dæmi séu tekin. Aðgerðaáætlun bætta meðferð kynferðisbrota hefur verið fjármögnuð að fullu og í tengslum við hana meðal annars verið að efla lögreglu og saksóknara. Á mínum vegum starfar einnig sérstakur starfshópur heildstæðar úrbætur að þeir varða kynferðislegt ofbeldi sem vinnur nú að mótun tillagna aðgerðir gegn stafrænu kynferðisofbeldi, að heildstæðri stefnu í fræðslu og forvarnamálum og endurskoðun á réttarstöðu brotaþola. Við vitum hins vegar öll að ofbeldi verður ekki upprætt með einu pennastriki. Við vitum að það ekki öll lög sem breyta gildismati fólks og kannski sjaldnast breyta lög eða reglugerð í gildismati fólks, en þau geta haft áhrif. Og við höfum dæmi það. Við höfum dæmi það að þegar fæðingarorlofslöggjöfin var endurskoðuð þá getum við með sanni sagt að hún hafi haft áhrif á gildismat okkar sem samfélags. Og í þessari vinnu þarf að fara saman það sem stjórnvöld gera, en líka það sem við gerum í samfélaginu til að breyta gildismatinu
til að berjast gegn ofbeldi. Og liður í því eru einmitt ekki síst rannsóknir, vísindi og gögn sem geta treyst stefnumótun okkar gegn ofbeldi og þannig getum við öll lagt okkar að mörkum sem byggjum hér þetta samfélag að stúlkur geti vaxið úr grasi án ógnarinnar sem stafar af kynbundnu ofbeldi. Áfallasaga kvenna mun auka skilning okkar og tengslum milli áfalla og heilsufars og auðvitað nær rannsóknin til miklu fleiri áfalla en þeirra sem tengjast kynbundnu ofbeldi. En mér fannst við hæfa að leggja áherslu á það að því að dagurinn í dag sá sem hann því þar getum við svo sannarlega gert eitthvað, þar getum við svo sannarlega komið í veg fyrir slík áföll með því sem við gerum. En rannsóknin sem slík í heild sinni einstök á alþjóðavísu og mun að líkindum nýtast vísindamönnum allan heim. Niðurstöðurnar geta orðið okkur eins og ég sagði hér áðan leiðarljós í stefnumótun, ekki bara hvað varðar ofbeldi heldur líka því sem tengist lýðheilsu og forvörnum á víðtækan hátt. En hún getur líka orðið til þess að efla hér enn vísindasamfélagið á Íslandi og ég vil ljúka mínu ávarpi að minna á að það kannski það mikilvægasta sem við getum gert fyrir efnahags- og atvinnulíf framtíðar. Það að tryggja hér öflugt vísinda- og rannsóknarsamfélag því á því mun verðmætasköpun framtíðarinnar byggja vísindum og rannsóknum á öllum sviðum samfélagsins. Aftur vil ég ítreka þakkir mínar til ykkar sem standið að þessu verkefni og þeirri vinnu sem þið hafið lagt að mörkum í þessu mikilvæga stóra samfélagslega verkefni og óska okkur öllum aftur til hamingju með daginn. Takk. Komið sæl og takk kærlega Jón Atli og Katrín fyrir að vera hérna með okkur í dag og fyrir ykkar innlegg. Gangi þér áfram vel með daginn, Katrín mín. En þessi stuðningur okkur auðvitað ómetanlegur og ég heiti Arna Hauksdóttir og prófessor við læknadeild ásamt Unni Valdimarsdóttur, samstarfskonu minni og vinkonu og okkar frábæra rannsóknarhópi stöndum fyrir rannsókninni áfallasaga kvenna og við ætlum að fá að heyra niðurstöðurnar hérna á eftir. En eins og þið sjáið þá höfum við fengið til okkar líka frábæra gesti til að fá þeirra sýn á rannsóknarefnið. Við vonandi náum við fyrirspurnum og smá umræðum í lokin. Þetta svolítið þétt dagskrá þannig að við erum að halda vel á spjóðunum. En næst hér í pontu Alma Möller, landlæknir, sem jafnframt fyrsta konan til að gegna því embætti og það mjög við hæfi að hún haldi hérna hjá okkur erindi í dag. Ég ætla aðeins að segja ykkur, ég veit ekki hvort allir vita að embætti landlæknis hefur samkvæmt lögum það hlutverk að safna saman gögnum og vinna úr gögnum heilsufar og heilbrigðisþjónustu, heldur skrár gögnin á landsvísu og þetta gefur náttúrulega einstaka möguleika til rannsóknar sem við höfum svo sannarlega notið góðs af hingað til. Vertu velkomin. Já, ágætu fundagestir. Ég ætla nú að byrja á því að biðja ykkur að afsakið mér röddina. Ég kvefuð, því miður landlæknir ekki undanþegin slíku. En til hamingju með daginn, konur og við öll. Og það mjög ánægilegt að vera hér í dag og fá að heyra þessar fyrstu niðurstöður úr þessari miklu rannsókn á áfallasögu kvenna. Nú, rannsóknin gríðarlega mikilvæg, meðal annars í ljósi þeirra áskorana sem að heilbrigðiskerfi okkar stendur frammi fyrir. Við sjáum að eftirspurn og kostnaður vex meðal annars vegna aukinnar fjölda fjölveikra einstaklinga. Nú það áskorun að manna kerfið og tækni og umhverfi verður sífellt flóknara. Þannig að við þurfum að bregðast við með mjög margvíslegum hætti. En langbesta leiðin til lengri tíma litið auðvitað að efla lýðheilsu og þannig minnka þörfina fyrir þjónustuna. Nú það standa auðvitað væntingar til þess að þessi rannsókn skili aukinni þekkingu á algengi og vægi áfalla, þar á meðal ofbeldis á heilsu kvenna og auðvitað von til að
Niðurstöður verði hægt að nota til að einmitt forvarna eins og ráðherra kom svo vel inn á og einnig til að þróa meðferð. Og þetta skiptir virkilega miklu máli að skoða tíðni og tengsl sálrænna áfalla við heilsu og ennfremur hvernig umhverfi og erfðir spila þar inn. Og þegar ég lærði lýðheilsu þá var þetta einmitt það sem kom mér mest á óvart. Þessar sterku vísbendingar áhrif sálrænna áfalla á heilsu, bæði andlega og líkamlega, síðar á lífsleiðinni. Nú, áhrifin geta verið áfallastreituröskun, kvíði, þunglindi, svefnleysi og misnotkun vímuefna en einnig hjart- og æðasjúkdómar, krabbamein, heilabilun og í raun fjölveikindi. Og orsakirnar eru fjölþættar og ég ætla nú ekki að hætta mér inn á þær hér í þessu húsi en meðal annars of há stilling á streitukerfum í heilanum og breytingar í erfðaefni eins og til dæmis Nóbelsverðlaunahafinn Elizabeth Blackburn hefur sýnt fram á. Nú þá tel ég þessa rannsókn mikilvæga ekki síður til að lyfta fram þessu mikilvæga málefni sem að hefur verið hjúpað leynd og þöggun. Og vonandi verður það til þess að konur leiti sér aðstoðar og það fyrr en seinna. Það er nefnilega þannig að það torveldar heilbrigðisstarfsmönnum störf ef að raunverulegar ástæður vandamála eru ekki á borðinu. Og meðferðarmöguleikum vegna sálrænna áfalla, þeim fleytur stöðugt fram og það hefur verið sýnt fram á það að bara það að ræða áföllin og áhrif á heilsu minnkar þörf fyrir þjónustu. Nú, síðan það þannig að það sem hefur áhrif á konur, það hefur oft áhrif á börn þeirra. Og heilsa og menntun mæðra er eitt mikilvægasta lýðheilsumál bara sem til. En það er ekkert eins mikilvægt og líka arðbært eins og að gera vel við börn. Mig langar að nefna 2 verkefni sem að embætti landlæknis vinnur að ásamt fleirum og sem tengist þessu. Annars vegar verkefni fyrstu 1000 daga barnsins sem snýr að því að koma auga á mæður og börn sem búa við skaðlegar aðstæður og hvernig megi bæta þjónustuna við þau. Og þetta er verkefni sem er rekið af Norrænu ráðherranefndinni. Hitt er svokallað upprætt verkefni. Það lítur að því að efla seiglu og þrautseigju fyrst og fremst barna, þetta er unnið innan skólakerfisins, gegn hvers kyns áföllum því að við vitum að lífið er ekki alltaf dans á rósum, við verðum öll fyrir einhverjum skakkaföllum, það mikilvæga er hvernig við tökumst á við þau. Kæru fundargestir, þessi rannsókn lítur að konum. Það er ljóst að nálgast þarf ýmist heilsufarsvandamál karla og kvenna á mismunandi hátt eins og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur bent á í 2 nýlegum skýrslum. Og það hallar á karla varðar heilsu. Þeir eru í raun veikara kynið hvað það varðar. Þeir lifa almennt skemur en konur. Það munar 3 árum hér á Íslandi og það er einn minnsti munurinn í heiminum, en alveg upp í 8 ár í sumum löndum Evrópu. Og við vitum að karlar, þeir lifa ekki eins heilsusamlegu líf og konur. Þeir sýna meiri ofbeldishegðun. Þeir verða oftar fyrir slysum og falla oftar fyrir eigin hendi. Og það er ljóst að þeir búa við meiri tilfinningarlega einangrun og að geðræn vandamál þeirra greinast síðar. Og þannig væri ekki úr vegi að hleypa af stokkunum sambærilegri rannsókn áfallasögu karla. Ég vil að lokum þakka ykkur rannsakendum fyrir ykkar vinnu og óska ykkur og Háskóla Íslands og Íslenskri erfðagreiningu til hamingju og ég er auðvitað eins og þið hin spennt að heyrum fyrstu niðurstöður. En ég vil að lokum hvetja þær konur sem eiga eftir að taka þátt því eins og rannsakendur segja með þekkingu breytum við heiminum. Góða stundir og gangi ykkur vel.
Jæja, ekki spenningurinn aukast. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá því að svona verkefni eins og við getum ímyndað ykkur, það er ekki undirbúið á einni nóttu og það var upp úr árinu 2010 sem ég og Unnur fórum svona fyrir alvöru að hugsa að okkur langaði að gera risarannsókn á Íslandi á áhrifum áfalla og heilsu. Og þá höfðum við rannsakað efnið í nokkuð mörg ár erlendis en ekki hér. En vissum jafnframt að landið okkar gefur einstök tækifæri til rannsókna. Við höfum alveg einstakar íbúa og heilbrigðisskrár sem að auka mjög aðgengi að fólki í þessu efni og almennt er íslenska þjóðin mjög jákvæð gagnvart þátttöku í rannsóknum. Þetta hefur svona vakið athygli erlendis. Það var síðan vorið 2014, fyrir 5 árum síðan, sem við framkvæmdum forrannsókn sem heppnaðist mjög vel og hún sýndi okkur að þetta risaverkefni gæti verið mögulegt. En svo stóðum við hér fyrir ári síðan og störtuðum verkefninu og ég held að mér sé óhætt að segja að rannsóknin hafi gengið vonum framar. Núna í dag hafa yfir 30.000 konur skráð sig. En mér langaði líka að nefna að okkur finnst alls ekki sjálfgefið að svona margar konur hafi tekið þátt og það hefur líka verið svolítið erfitt fyrir okkur að biðja konur að taka þátt í þessu því að þetta getur tekið á, þetta tekur tíma og þetta tekur orku. Þannig að þið konur sem eru hér í dag og tóku þátt og allar hinar sem að hafa tekið þátt, þið svöruðu vel kallinu og þetta er alveg okkur gríðarlegt gleði og þakklætisefni, enda er þetta mikilvægt rannsóknarefni. En þó að rannsókninni sé ekki formulega lokið, það ákveðum við að halda þennan fund hér í dag í ýmsum ástæðum. Í fyrsta lagi var ljóst að þátttakendur sjálfur voru mjög áhugasamir að fá að vita fljótt niðurstöður. Við höfum fengið ítrekkaðar fyrirspurnir það. Við vildum verða við því. Okkur þótti einnig mjög táknrænt að á þessum degi í dag, á alþjóðlegum baráttudegi kvenna, að vekja athygli á veruleika kvenna á Íslandi, margra kvenna á Íslandi sem þau muni heyra meira á eftir. Ekki síður vildum við koma niðurstöðum til almennings og jafnframt segja frá því að rannsóknin verður opin til 1. maí, þannig að það er ennþá gott tækifæri til að taka þátt. Og það er auðvitað okkur gífurlega mikilvægt að fá sem flestar konur til að taka þátt, óháð sinni áfallasögu, til að fá sem skýrasta mynd af algengi áfalla og áhrifum þar á heilsu. En að þessu sögðu, þá ætla ég að bjóða velkomna hér í pontu, samstarfskonu mín og vinkonu, Unnu Valdimarsdóttir, prófessor. Komið í sæl og þakka ykkur öllum fyrir að koma hingað og vera með okkur á þessum degi. Því að við erum þetta er svona, við skulum segja þetta er svona uppskeruhátíð þar sem við erum svona aðeins að dýfa hendinni ofan í það sem að blasir við okkur næstu árin að skoða. Þetta eru mjög umfangsmikil gögn og tekur mörg ár að vinna úr. Byrjum þá hér. Ég ætla aðeins svona að segja ykkur aðeins frá aðdraganda rannsóknarinnar. Eins og Arna nefndi áðan þá höfum við svona eftir því hvernig á það er litið allavega aktíft síðasta áratug verið að vinna mjög mikið í rannsóknum á áhrifum áfalla á heilsufar og séð mjög skýr merki þess hvernig áföll hafa áhrif á heilsufar fólks eftir hin ýmsu áföll. Og þetta höfum við skrifað í fjölmörgum vísindatímaritum á síðustu árum. En það sem hefur vakið athygli okkar í þessum rannsóknum er sú staðreynd að þó svo að margir missi heilsu í kjölfar áfalla, þá eru líka aðrir sem gera það ekki, virðast jafna sig og ná að komast yfir þennan þröskuld sem að svo margir upplifa í lífinu. Og það er þessi breytileiki sem að við höfum haft verulegan áhuga á og hafið samstarfi í Íslenska erfðagreiningu í að skilja betur í þessari rannsókn. Við fengum umfangsmikla styrki sem eru nauðsynlegir því að svona verkefni er ekki unnið bara úr loftinu.
Við fengum styrki bæði frá Rannís og Evrópska rannsóknaráðinu og yfirgripsmarkmið þess var að varpa ljósi á erfðir heilsufars í kjölfar áfalla. Við fengum þennan styrk bæði út af fyrri rannsóknum okkar en líka vegna þess að hér á Íslandi eru einstakar aðstæður til þessara rannsókna. Við eigum efnivið á Íslandi sem á sér hvergi hliðstæðu í heiminum og þar er ég að tala um erfðaupplýsingarnar okkar sem að Íslensk erfðagreining hefur safnað svo vel síðustu 2 áratugi en líka gagnagrunnina okkar heilsufar íslensku þjóðarinnar. En við eigum engan gagnagrunn áfallasögu. Sá gagnagrunnur er að verða til núna og það er það sem við höfum lagt upp í þessu verkefni. Við ákváðum fyrst í stað að einbeita okkur að konum og ástæðan fyrir því er margþætt. Hún er bæði vísindaleg en hún er líka þessi staðreynd hér. Árið 2013 gaf Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin frá sér þá yfirlýsingu sem byggði á því að tekin voru saman gögn víðs vegar úr heiminum sem benda til þess að 3. hver kona verði fyrir ofbeldi á lífsleiðinni, þá annaðhvort kynferðislegu eða líkamlegu ofbeldi. Og þess vegna höfum við farið í þessa átt. Fyrir utan það að varpa ljósi á erfðir áfallastreituröskunar og annarra sjúkdóma í kjölfar áfalla, þá erum við líka að fást við aðrar rannsóknarspurningar, bara til dæmis hvert er algengi ýmissa áfalla og ofbeldis í samfélagi kvenna á Íslandi, varpa frekara ljósi á tengsl áfalla og ofbeldis við heilsufar og svo aftur þá að skilja betur hvað þættir í umhverfi okkar og erfðum skipta þarna máli varðandi það hvort við náum okkur eða náum okkur ekki og fáum verri heilsu í kjölfar áfalla. Nú rannsóknarhópurinn eru allar konur á Íslandi 18 ára og eldri. Við lögðum upp með að bjóða öllum konum 18 til 69 ára til rannsóknarinnar en fljótlega varar við það að það var mikill áhugi líka hjá konum yfir 70, þannig að við opnuðum rannsóknina fyrir þeim líka. Nú þáttaka eins og þið vitið felst í svörun rafræn spurningalista þar sem að áherslan er á áföll og aðra þungbæra lífsreynslu, bæði ofbeldi og einelti, slys, náttúruhamfarir, veikindi, eiginveikindi og innan fjölskyldunar, framhjáhald og höfnun og sambandsörðuleikar, erfið fæðingarreynsla, ástvinamissir og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er mjög víðtæk nálgun á áföllum og líklega engin rannsókn sem hefur kastað netinu þetta vítt að skoða alls konar áföll sem geta komið fyrir konur. Við skoðum líka viðbrögð við áföllum, til dæmis einkenni áfallastreituröskunar, núverandi lífshætti og líðan og almennt heilsufar og sjúkdómssögu sem við spyrjum í listanum. Og það tekur þetta cirka hálftíma að svara en er svolítið breytilegt eftir einstaklingum. Nú þetta er langtímarannsókn, við höfum í hyggju að fylgja þessum konum eftir og þær gefa okkur upplýst samþykki fyrir því að við megum gera það. Og við höfum í hyggju að tengja þessar upplýsingar bæði við erfðagrunn íslenskar erfðagreiningar en líka við aðrar heilbrigðisupplýsingar sem við munum gera síðar meir. En þá aðeins í boðunina við skilgrendum til að byrja með og áttum fjármagn til þess að boða íslenska konur á þessu aldurspili sem ég nefndi áðan 18 til 69 ára. Og í upphafi árs 2018 þá voru 113.000 konur á þessu aldurspili búsettar á Íslandi. Á fyrstu 3 vikunum eftir að við opnuðum fyrir rannsóknina þá skráðu sér strax 5.000 konur til rannsóknarinnar. Þannig að sirka 103.000 konur fenguðu í kjölfarir boðun gegnum SMS eða símtöl eða bréf eftir því hvaða upplýsingar lágu fyrir og í dag, akkurat í morgun, liggur það fyrir að 30.151 kona er skráð í rannsóknina og þar af hafa 26.500 konur klárað allan spurningalistan sem er mjög hátt hlutfall. En við erum eins og áður kom fram með rannsóknina að opna áfram og hvetjum allar konur
og hvetjum ykkur til þess að hvetja allar konur að taka þátt sem eiga það eftir. Sem vísindamaður þegar maður að byrja að skoða gögnin þá byrjaði maður að skoða bara hvernig lítur rannsóknarhópurinn út og okkar niðurstaða að rannsóknarhópurinn virðist endurspegla kvenþjóðina bara nokkuð vel. Við erum bara mjög ánægð með hvað við höfum náð til allra landshorna, til fólks á mismunandi aldri, mismunandi menntunarstigi og svo framvegis. Og ég ætla að sýna ykkur nokkra myndir af því. Hér sjáið þið hlutfall íslenskra kvenna sem búa á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni í bláa súlan. Það er cirka 2/3 sem á höfuðborgarsvæðinu og 1/3 á landsbyggðinni og þið sjáið að rannsóknarhópurinn fylgir þessu bara nokkuð vel og þið sjáið líka þegar við skiptum landsbyggðinu upp í ákveðin héröð að rannsóknarhópurinn okkar líka representeraður á öllum stöðum á landinu. Með kannski svona smá undantekningu það lægra á Suðurnesjum þáttaka en örlítið lægri. Nú meðalaldur þáttakanda 44 ár. Þið sjáið hér hlutfall íslenskra kvenna sem á aldrinum 18 til 19 ára og svo framvegis í hverju aldurspili bláu súlurnar og svo sjáið þið aldur okkar þáttakanda hlutfall þeirra sem innan hvers aldurspils. Og það sem maður kannski segja á þessari mynd af okkur hefur kannski gengið hvað erfiðlegast að fá konur undir 25 ára aldri að taka þátt. Þetta reyndar nokkrar skýringar á því, mögulega ein svo að margar við nám erlendis og með kannski óstabíla búsetu, að flytja mikið, en síðan líka stórt þegar maður fer að skoða upplýsingar frá Hagstofunni þá líka stór hluti af þessum hópi fyrstu innflytjendur á Íslandi sem að vinna hér, vinnuafl sem að talar ekki íslensku og getur þar að leiðandi hefur ekki forsendur til þess að svara spurningalistanum. Þannig að það eru fleiri ástæður fyrir þessu. En við ætlum að reyna að einbeita okkur aðeins að þessum hópi fram að vori. En að öðru leyti höfum við vel góða representasjón nema náttúrulega auðvitað í hópnum 70+, en þar höfum við ekki aktíft geta boðað konur hingað til en vonandi gefst okkur færi til þess að gera það síðar. Menntunarstig þáttakandana líkist mjög mikið upplýsingum Hagstofunnar menntun kvenþjóðarinnar. Við sjáum að okkar konur hér í appelsínugulu eru ívið menntaðri en þjóðin, kvenþjóðin, en munurinn ekki mikill. Þessi mynd eiginlega lyginni líkust vegna þess að hún sýnir í rauninni alveg verulega fylgni á milli tekna kvenna sem taka þátt í rannsókninni og íslensku kvenþjóðarinnar. Og hún eiginlega nánast fullkomin. Þið sjáið að 60% bæði þáttakanda og þjóðar eru með 500.000 eða minna í mánaðarlaun. Þá ætlum við að hella okkur aðeins í algengi ýmissa áfalla. Og þið sjáið hér á fyrstu að náttúruhamfarir og slys fjórðungur íslenska kvenna hefur á lífsleiðinni upplifað þessa tegund áfalla. Hér sjáið þið yfirleitt yfir ofbeldi, líkamlegt rétt yfir 20%, kynferðislegt ofbeldi 30%, samtals 40 kynferðislegt, líkamlegt og eða þessar tegundir af ofbeldi. Lífshættuleg veikindi og meiðsl 17, skyndilegt dauðsfall 5 og svo framvegis. Fötlun barns, erfið fæðingarreynsla 30%, framhjáhald, höfnun að hendi maka yfir 40%, mismunun og neteinelti. Og það áhugavert þegar við förum að skoða þessi áföll yfir aldursspil kvennanna. Hér sjáum við mjög náttúrulega aukningu á lífshættulegum veikindum eða meiðslum yfir tíma eða milli kynslóðana. Því að það eðlilegt að því eldri sem maður verður því líklegra að maður veikist eða alvarlega eða verður fyrir slysi. Svo þegar við skoðum til dæmis neteinelti þá virðist það
bundið við yngri kynslóðina, þannig að tíðnin þar miklu hærri hjá yngri kynslóðina með við þeim sem eldri eru. En svo þegar við skoðum til dæmis kynferðisofbeldi, þá sjáum við að það hæst tíðni þess meðal þeirra sem yngri eru og minnkar svolítið með aldrinum. Og skýringar á þessu eru náttúrulega margar og maður getur bara reynt að giska á þær, en það getur falist einhver gleymska í þessu eða þá að mat á því hvað telst vera ofbeldi hefur breyst, og það fyrir mér langt líklegasta skýringin að yngri kynslóður séu miklu meðvitaðir það hvað telst ofbeldi og hvað ekki. Nú, maður verður svolítið skelfdur þegar maður sér þessar tölur. Maður hugsar, getur þetta bara staðist? Og það ræðst alltaf jafn illilega að manni. En þegar maður fyrir að skoða aðrar íslenskar rannsóknir og erlendar rannsóknir, þá eru þessar tölur ekkert fjarri þessu sem við erum að sjá hér. Þið sjáu meira að segja þessa hérna rannsókn sem gerð á ungum stúlkum 16 til 19 ára, Inga Dóra Sigfúsdóttir, sem stundar svo duglega rannsóknir á íslenskum ungmennum og hefur að þið sjáu að þessar stúlkur á sínum aldri, upp að þessum aldri, kannski 17 ára, að upplifa yfir þriðjungur af þeim segir frá kynferðislegu ofbeldi og 8% af þeim hefur upplifað nauðgun. Þannig að þetta eru ekki lágar tölur í fyrri rannsóknum heldur. Og ef maður skoðar erlendar samanttektir sem taka til fleiri þjóða, að þá sér maður að kynferðislegt eða líkamlegt ofbeldi mjög algengt, lífssaga það í nágrannaþjóðum okkar, og þannig að þessar tölur eru mjög nálægt því sem áður hefur sést. Undantekning á því könnun heilsa og líðan Íslendinga, þar sem að 25% kvenþjóðarinnar og úrtaki þarna var 3.684 konur, en þessi hópur 10 til 12 árum eldri en hópurinn okkar sem getur verið hluti af ástæðinu fyrir að þetta mikið lægra. Hjá okkur var þetta 40%, nærri 40%. Við höfum sérstaklega beitt augunum okkar að áreitni á vinnustað í þessari fyrstu skoðun á gögnunum, og þriðjungur allra kvenna á sér sögu áreitni á vinnustað, annaðhvort í fyrrverandi starfs- eða námsumhverfi eða núverandi. Hlutfallið náttúrulega vissulega lægra þegar maður skoðar, og þið sjáu það hér í þessari bláu súlu hlutfall kvenna sem talar eða segir frá áreitni á núverandi vinnustað, en þið sjáuð að það mjög breytilegt eftir starfsstéttum hlutfallið sem segir frá áreitni á vinnustað. En það eru 4 stéttir sem að okkar viti skera sig þarna verulega úr, og það eru konur í heilbrigðiskerfinu, það eru konur í ferðaþjónustu og það eru konur í réttarkerfi og öryggisgæslu. Bæði lögmenn, lögreglumenn, konur og í öryggisgæslu annarri. Og síðan eru konur í sviðsljósi sem við flokkuðum saman, sem eru í sviðslistum, fjölmiðlum og stjórnmálum. Nú, áfallastreituröskun lykil geðröskun sem við erum að skoða í kjölfar áfalla. Og ef við förum aðeins yfir lykil einkenni hennar, þá eru þetta endurupplifun af áfallinu. Þetta flótti frá hugsunum og aðstæðum sem tengjast áfallinu. Þetta ofurárverkni, við erum í svona baráttu stöðugt og streitukerfið vakið í okkur. Það eru breytingar á skapi og vitsmunum, það eru svefnvandamál, og þessi einkenni eru tiltölulega viðvarandi, krónísk án meðferðar. Greiningar viðmið á alþjóðlega vísu gengur yfirleitt út frá áfalli sem ógnar lífi. Og algengi í þessum fyrri rannsóknum hefur verið svona sirka 8-12%, yfirleitt hærra meðal kvenna. Algengi hjá okkur í þessari rannsókn áfallasögu kvenna 23%. Og við náttúrulega köstuðum netinu miklu víðar. Við erum ekki bara að skoða áföll sem ógn við líf þess sem svarar eða
eða nákominna ættingja. Ef við einskorðum við áföll sem ógna lífi þá algengið 14% sem svona sirka í takt við það sem áður hefur verið skráð. Og þið sjáið á þessari mynd að fjöldi áfalla á lífsleiðinni og líkurnar á því eða hlutfall kvenna sem að á mörkum áfallastreituröskunar algjörlega línulegt. Þið sjáið þarna frá einu áfalli og upp í 10 eða fleiri að líkurnar á áfallaröskun fara yfir réttliðlega 10% og upp í næstu 70% hjá þeim sem hafa upplifað 10 eða fleiri áfall. Hér sjáið þið hlutfall kvenna með líklega áfallastreituröskun eftir aldri og þið sjáið líka í takt við það sem við töluðum áðan að þær sem yngri virðast hærra hlutfall þeirra virðast vera með áfallastreituröskun. Hér sjáið þið hlutfallið eftir menntun og þær sem eru með hæst hlutfall kvenna með áfallastreituröskun með grunnskólapróf og lágar tekjur. Og það má vel skilja það í þá átt að það sé möguleg afleiðing langvarandi áfallastreituröskunar. Hér skulum við rifja aftur upp í þessarum bláu súlum algengi þessara áfalla. Síðan ætla ég að bæta við öðrum súlum sem sýna hlutfall þeirra sem hafa upplifað viðkomandi áfall sem eru með áfallastreituröskun. Og þið sjáið að þó svo að fjórðungur kvenþjóðarinnar virðist hafa upplifað náttúruhamfarir, við erum náttúrulega náttúruhamfaraland, þá einungis 5% sem með áfallastreituröskun í kjölfar þess áfalls. En sjáið þið þær sem hafa orðið fyrir ofbeldi, þar eru það bil 40% með áfallastreituröskun og þetta mjög mikið í takt við erlendar rannsóknir að ofbeldi gefur mestar líkur á áfallastreituröskun. Og af hverju þetta svona mikilvægt? Af hverju höfum við áhuga á áfallastreituröskun? Jú, það vegna þess að það einn sjúkdómur sem afleiðing áfalla, en það líka vegna þess að við teljum að þeir einstaklingar sem þróa með sér frekari sjúkdóma eftir áföll einmitt festist í áfallastreituröskun og við höfum séð þetta í rannsóknum okkar til dæmis í Svíþjóð þar sem við höfum borið einstaklinga með áfallastreituröskun saman við systkini sín og séð að þau sem eru með áfallastreituröskun og skyldar raskanir eru miklu fljótari að fá sjálfsofnæmissjúkdóma og hjarta- og æðasjúkdóma en systkini sín. Og við sjáum nokkur merkjum þetta í gögnunum líka. Hér berum við saman konur sem eru með líklega áfallastreituröskun saman við konur sem eru ekki með það og sjáum að öll þessi líkamlegu einkenni, stoðkerfisverkir, bakverkir, magaverkir, höfuðverkur, þreyta, erfiðleika með svefn, brjóstverkur, hjartsláttarörðuleikar, öndunarörðuleikar og fjöleinkenni, miklu algengari meðal kvenna sem hafa líklega áfallastreituröskun. En til þess að enda þetta svona kannski finnst mér á jákvæðari nótum, hér sjáum við að við erum að skoða alls konar aðra þætti í tengslum við áföll. Hér erum við að skoða hamingju kvenna í rannsóknarhópnum. Og þið sjáið að kona sem hefur ekki lent í neinu áfalli, hún gefur hamingju sinni á 10 gráðu skala rétt ríflega 8 einkunn. Kona sem hefur lent í mörgum áföllum á lífsleiðinni, hún gefur henni cirka 7. Báðar fyrstu einkunnir, svona næstum því. Og sem ég finnst sýna einhvers konar sigur kvennandans í að þó svo að aðstæður gefi kannski og heilsa gefi ekki tilefni til þess að upplifa hamingju, að þá ríghöldum við í hamingjuna. Og það mjög mikilvæg skilaboð. En svona samantektin þá þessi, við teljum að núverandi þáttakendur endurspeglu þjóðina bara nokkuð vel. Nær 40% kvenna hafa orðið fyrir ofbeldi á lífsleiðinni samkvæmt okkar niðurstöðum og það í takt við niðurstöður annarra rannsókna. Áreitni á vinnustöðum algeng og breytileg eftir vinnuumhverfi. Það há tíðni áfallastreituröskunar allavega með þeim aðferðum sem við mælum hana og það sterkt tengsl við líkamleg einkenni. Ofbeldi það áfall sem felur í sér mestar líkur á áfallastreituröskun og þar að leiðandi frekari heilsubresti. Ég ætla
ætla að segja ykkur stuttlega frá næstu skrefum og framtíðaráform. Við ætlum að ljúka þessari gagnasöfnun og ljúka innkomu nýrra þáttakenda 1. maí. Og ég hvet allar konur sem eiga eftir að svara að gera það og hvetja aðra til þess að gera það líka. Við tekur umfangsmikil gagnagreining og samtenging gagna að hluta til við gögn íslenskrar erfðagreiningar. Þar sem við ætlum að skoða erfðir áfallastreituröskunar og annarra áfallatengdra sjúkdóma. Og við ætlum líka að skoða erfiða fæðingarreynslu, sérstaklega fæðingarþunglyndi, ástvínamissi og svo framvegis og svo framvegis. Við ætlum að bjóða konunum sem hafa skráð sig til rannsóknar í undirrannsóknir þar sem við munum skoða betur lífsstíl. Við höfum líka áformum að auka framboð meðferðar við áfallastreituröskun og öðrum andlegum einkennum eftir áföll og erum í þeim prósess með samstarfsfólki okkar innan Háskóla Íslands og við Uppsala Háskóla að þróa og meta árangur netmeðferðar við áfallastreituröskun. Og síðan ætlum við að hlýða Ölmu og skipuleggja áfallasögu karla á næsta ári. En það mjög mikilvægt og við höfum allan tíman haft það í huga, en það mjög mikilvægt að hanna rannsóknina að viðtakandanum og þó að það sé margt í reynsluheimi karla og kvenna sem sameiginlegt, þá margt sem það ekki. Í stórum dráttum viljum við bara skapa þekkingu og við teljum að við höfum mjög góðar forsendur hér á Íslandi til þess að skapa þekkingu sem skiptir máli ekki bara fyrir okkur sem þjóð heldur fyrir heiminn allan. Og eftirstendur, nú Kári farin að ókærast en eftirstanda þakkir við Arna hluti alveg ótrúlegum rannsóknarhópi sem að stendur þarna og á miklar þakkir skilið. Háskóli Íslands á alveg sérstakar þakkir skilið. Íslensk erfðagreining einnig alveg okkar bestu þakkir því að án ykkar hefði þetta ekki verið hægt. Rannsóknarráð Evrópusambandsins, Rannís og takk þjóðin, kvenþjóðin. Takk allar konur sem tóku þátt. Við lögðumst öll á eitt, konurnar og við að skapa þekkingu sem breytir heiminum. Takk. Takk, kæra Unnur. Þetta var sannarlega magnað og áhugavert og það mun náttúrulega taka okkur og alla svolítinn tíma að melta þetta allt saman og ræða og náttúrulega greina næstu árin, en við hlökkum mikið til þeirra vinnu. Næsta erindi mjög mikilvægt af því að það sýnir okkur, nú erum við búin að heyra svo mikið um tölurnar og allan þennan fjölda sem búin að taka þátt og tölfræði. En næsta erindi sýnir okkur svo vel að bak við þetta allt saman eru einstaklingar og sögur. Og hér komin kona sem ætlar að deila með okkur sinni sögu og sinni líðan. Hún heitir Stefanía Sigurðardóttir og ég ætla að biðja ykkur bjóða hana velkomna. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Já, ég heiti Stefanía og fyrrverandi markaðsstjóri. Ég í veikindaleyfi vegna áfallastreitu og í kjölfari kulnunar. Og við skulum segja bara ég rosa mikið fyrrverandi eitthvað og veit eða ekkert hvað ég þar sem eftir stendur, nema bara sjúklingur sem að reyna að ná fótunum aftur. En ég, íslensk kona, og íslenskar konur eru rosalega sterkar og ég var alin upp af einni slíkri sem var bæði mjög sterk og mjög ströng og það mjög áhugavert fyrir mig að vera í þessum hóp vísindamanna því að ég alin upp af mjög vísindalegu heimili og menntun og mjög mikilvæg og þannig ég setti mitt sjálfsmat mjög sterkt í það að vera klár og metnaðarfull og sterk og
það sem ég gerði mér ekki grein fyrir en á síðari árum var að sem barn lenti ég í nokkrum áföllum. Og ástæðan fyrir ég gerði mér ekki grein fyrir því var vegna þess að það talaði enginn það. Ég var bara, þetta kom bara fyrir alla eða engan og við tölum bara ekkert svona og svona þetta bara og þú þarf bara að vera sterk og þá kemst í gegnum þetta. Þannig að ég var mjög fljót að tileinka mig bara að, ég bara þagði og ég líka hávaksin og svona líkamlega sterk, þannig að það var bara svona gert ráð fyrir að ég myndi bara komast í gegnum allt og að sjálfsögðu tók ég það hlutverk bara að mér. Ég rosa típist held ég dæmi áfallastreitu. Úr barnæsku. Þetta fylgir mér aðeins svona inn á unglingsár og ég svona aðeins hripa á leiðinni. En einmitt að því ég svo sterk og dugleg og klár og metnaðarfull að þá ég að koma mér út úr þessum ógöngum sem ég lenti í, þar sem ég meðal annars lenti í fleiri áföllum. Svo klára ég háskólanám 2006, orðin viðskiptafræðingur og ég rosa fjörug og orkumikil og með rosa sterka skel og í félagslífinu og út allt og fer í bankakerfið og stofna fyrirtæki í háskólanum, fer inn í sprotaumhverfið og alltaf mér hampað og hrósa fyrir hvað ég sterk, dugleg og metnaðarfull. Og árið 2008 eignast ég fyrsta barn, svo kemur hrunið og við komum nýja íbúð og bíl á gjaldeyrislánum og ég og maðurinn minn og ég verð ófrísk á öðru barni og hann að útskrifast úr háskóla. Ég gat ekki unnið, sem betur fyrir var ég reyndar með þetta fyrirtæki sem ég hafði stofnað í háskólanum sem ég gat aðeins svona unnið með í. Hann fékk enga vinnu, fór að vinna upp á Grundartanga í einhverju dagvinnu fyrir mjög léleg laun og í maí 2009 segi ég við hann, þetta getur ekki versnað hjá okkur ástandið. 2 mánuðum síðar greinist hann með heilaæxli. Þannig að mitt lesson númer 1 í lífinu hlutinni geta alltaf versnað og kannski það þessuna sem eru svona hamingjusamar áfallakonurnar að því að ég veit það samt að þótt þetta sé erfitt sem ég að standa í að þá þetta samt, við höfum það rosa gott. En það líka annar punktur, við megum ekki samt hafa það svo gott að við gleymum að taka inn í myndin allt það sem við verðum fyrir. Hann sem greinist með mjög alvarlegt heilaæxli í Pons sem að bara stækkar, þetta góðkynja, en þeir læknarnir telja sig ekki geta náði. Svo fyrir einhverja slysni þegar hann orðinn mjög lasinn, þá náði æxlinu. Ég var með 2 lítið börn, ég eignaðist barn meðal annars í miðri meðferðinni og varð fyrir smá áfalli í fæðingunni. En það mátti enginn vera að hugsa það því hann var svo lasinn og svo fæ ég hann bara í hendurnar með 2 litlu börnin og lottóvinningurinn og ég var svo þakklát bara að hann hafi lifað þetta af. En svo náttúrulega fylgir í kjölfarið bara það að ég fékk eiginmaðurinn minn hafi breyst, hann var áfram veikur og lífið okkar hafi breyst rosalega mikið og ég vann aldrei úr þessu áfalli, hvorki ég né hann. Móðir mín veikist svo, ég svo greind 2012 með vefjagigt og ég sterka, duglega, metnaðarfulla konan Ég ætlaði að sigrast á vefjagigtinni af því þetta er sjúkdómur sem að áunninn, þannig ég hugsaði með mér ég hlýt að geta bara lagað hann sjálf, tók í gegn mataræði og hreyfingu og ég gerði allt rétt og hugleiti og ég veit ekki hvað ég er ekki búin að prófa, ég er búin að vera hjá sálfræðing mjög lengi og geðlæknum mjög lengi. Þannig ég gerði allt rétt, þessi duglega, klára og metnaðarfulla kona. Við stofnum fyrirtæki saman upp úr veikindunum hans sem gekk alveg rosa vel, það fékk góða viðtökur en ég var búin. Ég var bara orðin svo þreytt, við vorum komið 3. barn, hann var ekki alveg maðurinn sem ég hafði kynnst, ég var svona áttum með áöllum, mamma mín var orðin mjög veik sem gerði að verkum að ég fór að gera mér betur grein fyrir áföllum úr æsku og ég mátti ekki tala það og Já, afsakið. Ég er ekki vön að tala svona svona mál. Og það sem var svo, já, svo í lokás, þá er ég orðin, lokás 2016 er ég orðin mjög lasin og ég ger mig grein fyrir að ég þarf að skilja. Við skiljum hjónin og
og ég var þá í vinnu sem að gat ekki séð fyrir mér og börnunum, þannig að ég fekk boðið mjög góða vinnu, flotta vinnu sem markaðsstjóri hjá flottu sprotafyrirtæki og fer inn í þá vinnu og gengur vel í 3 mánuði þegar fyrirtæki fer í yfirtöku frá amerísku stórfyrirtæki. Og þarna er ég orðin svo veik að ég hef enga trú á sjálfur mig lengur. Og ég átti erfitt með að vera í vinnunni, ég átti erfitt með að segja hvað mér fannst, ég átti erfitt með bara að trúa á sjálfum, ég bara átti orðið erfitt með allt. Og við tekur langt tímabil þar sem að mitt hlutverk í rauninni mjög svona óráðið. Ég fæ samt vinnu áfram þegar þetta ameríska fyrirtæki tekur yfir og var mjög óviss hvort ég ætti að halda áfram að því allt í einu voru yfirmenni mínir komnir til San Francisco og ég þurfti að vera að vinna á kvöldin með börnin mín og allt lífið sem ég var að reyna að takast á við. Við förum svo fljótlega á ráðstefnu út í Las Vegas og þá verður sem sagt á hótelinu sem erum á skotárás og ég var í lockdownin á herberginu mínu ein þessa nótt, mátti ekki fara út af því að það var talið að byssumæður væri á hæðinni sem ég var á. Ég átti samt ekki láta mig bræða þótt að sérsveitin kæmi inn með byssur og svo voru börnin mín 3 á Íslandi með pappa sínum sem ég vissi ekki alveg, ég var ekkert viss hvernig hann myndi takast á við það ef að börnin myndi missa móður sína. Og það bara stutt frá því að segja, ég kom heim og ég gat ekki meir. Öll mín áföll og allt sem kom upp, þau bara gerði mig að einu flaki og ég núna búin í 1,5 ár að liggja heima hjá mér. Ég hreyfi mig, ég borða hollt, ég hugleiði, ég hitti vini mína, en einhverju hluta vegna þá taugakerfið mitt ennþá í messi. Og ég þarf tíma og það sem ég held að sé svo mikilvægt við þessa rannsókn það að þótt við séum svona sterkar og metnaðarfullar og klárar og þá ekki endalaust hægt að taka við og við þurfum að fá að tala og við þurfum líka að hlusta og ég þakka ykkur fyrir að hlusta mig og mér finnst þessi rannsókn svo mikilvæg vegna þess að við erum að fara að hlusta á konur, við erum að fara að hlusta á af hverju erum við ekki með svona hálaunin eins og strákanir. Ég er stelpan sem allir held að myndi berjast í strákanum hálaunin, sko. Og sorry, ég verð ekki svo. En það sem að, já, þannig ég svona, þetta er ótrúlega mikilvægt málefni og fyrir mig sem hugvitsstarfsmann, það sem ég finnst erfiðast núna er að eina sem ég langar að gera er að vinna með höndunum. Mér langar aldrei að þurfa að nota heilan aftur í vinnu, af því ég get ekki treyst honum. Ég veit ekki hvert hann fer. Og hugvitsstarfsmenn við þurfum miklu betra aðhald, við þurfum miklu meira aðstoð við taugakerfið, heldur en hefur verið gefið hingað til. Þannig að takk kærlega fyrir að hlusta. Ég held því bara búin. Takk kærlega, Stefanía. Ég held að mér líði alveg svo ykkur öllum hinnum. Það sýnir okkur bara að skygna svona baku tjöldin og baku tölurnar, hvað þetta er mikilvægt. Og í þessari rannsókn að hún er uppfull af sögum eins og þér. Og takk fyrir að vera svona sterk og deila þessu með okkur. Kári. Er þetta nóg kynning? Ég get ekki. Kári Stefánsson, gerðu þið svo vel.
Ég vann í 20 ár í Bandaríkjunum og þar var nafnið mitt bara skrifað K-A-R-I og borið fram Kari, sem kvenmannsnafn víða í Skandinavíu. Og afleiðingin svo að á hverju einasta ári, meira að segja í ár, þá fæ ég boð frá samtökum bandarískra kvenna í háskólum að biðja mig að flytja aðalræðu á ársfundi þeirra. Og mér var oft langað til að klæða mig bara upp í kjól og mæta og einhvern veginn þá finnst mér eins og ég sé komin á þennan fund núna og veit ekki almennilega hvernig ég á að haga mér. En þessi rannsókn sem þær stöllur hafa komið af stað gæti reynst mjög mikilvæg. En ég var okkur við, það hættulegt að ganga út frá því sem vísu að rannsóknir séu mikilvægar þannig að það eru búnar. En þessi lítur mjög vel út, hún hefur farið mjög vel af stað og það sem að við komum að þessari rannsókn sem svona nokkurs konar varahjól að hjálpa til við erfðafræðina. Og þá það spurningin að hvað hafa erfðir með áföll að gera. Og það á svo margan máta, þið verða að muna að allt í okkar lífi, allt í öllu lífi af þessari jörð undir áhrifum af DNA, þessari sameind sem að hýsir upplýsingar það hvernig eigi að setja saman líf. Og heilin í okkur bara líffæri. Og heilin í okkur verður til úr upplýsingum sem nákvæmlega sömu gerðar og það upplýsingar sem fari að búa til önnu líffæri. Og heilin líka þannig að starfsemi hans háð byggingu hans og það nokkuð náin tengsl milli byggingar heilans og starfsemi heilans sem að búa til hugsun til dæmis og tilfinningar. Og það hugsanir og tilfinningar sem ráða hegðun og hegðun kemur okkur í alls konar aðstæður. Og þegar ég velti fyrir mér þessum áhrifum erfða eða samspili erfða og áfalla, þá það númer 1 hvernig hvernig hafa erfðir áhrif á viðbrögð okkar við áföllum. Og Unnur hefur gert rannsókn á því til dæmis hvernig áhrif barnsmissis eða hvaða áhrif missi á barni hefur á lífslíkur foreldra og sýnt fram á að ef að móðir missir barn að þá styttist líf hennar en líf föðurinn styttist ekki eða minnst úr mjög lítið sem athyglisvert vegna þess að það sem mjög mikið áfall einni manneskju þarf ekki endilega vera mikið áfall annarri manneskju. Þannig að áfallið verður að skilgreina í tengslum við einstaklingin og síðan það þá spurningin hvað gerist hjá einstaklingi sem verður fyrir miklu áfalli. Og eins og Unnur bent á, það eru sumir sem veikjast af því. Áföll hafa mjög mikil áhrif á heilsu sumra en ekki annarra. Síðan það líka að erfðir hafa áhrif á líkurnar á því að maður lendi í erfiðum aðstæðum. Til dæmis það búið sína fram að það eru töluvert mikil áhrif erfða á líkurnar á því að lendi í bílslysi. Þannig að líkurnar á því að lenda bara í einhvers konar áföllum, einhvers konar slysi undir áhrifum erfða. Svo líka þetta með þetta kynbundna ofbeldi sem forsætisráðherra ræddi svo mikið, sem mjög oft innan fjölskyldna, að staðreyndin svo að við veljum okkur maka á grundvelli eiginleika sem menn deila. Þetta heitir á ensku assortative mating. Fólk leita sér að mökum sem það deili með alls konar eiginleikum. Þannig að það eru ákveðnir eiginleikar sem undir áhrifum erfða hjá konum sem gera það verkum að þær leita sér að maka sem að einhverju leiti deili með þessum sömu eiginleikum og það sama á við karlmenn. Þannig að erfðir koma inn í þetta á öllum stigum, þá koma inn í það
hversu líkurnar eru miklar á því að maður verði fyrir áföllum. Það hafa áhrif á það hvernig við bregðumst við ofbeldi sem við erum beitt eða áföllum sem við verðum fyrir. Þannig að þetta kemur inn í allstaðar. Og bara sem dæmi, og svo við horfum á hina hlíðina vegna þess að þeir okkar sem hafa unnið við rannsóknir á sjúkdómum, við erum alltaf að velta fyrir okkur orsökum þeirra á hinum ýmsu stigum. Það er að segja að hið kynbundna ofbeldi í gagnvart konum sem yfirleitt framið af karlmönnum á rætur sínar í ákveðnum eiginleikum karlmanna sem við verðum að skilja til þess að við getum tekist á við það. Og staðreyndin er sú að við höfum fullt af upplýsingum arfgengi þess að menn fremji ofbeldisverk. Til dæmis að ef við tökum tilhneiginguna til þess að brjóta lög, tökum ofbeldisglæpi, að það er til ástand, sjúkdómur hjá börnum sem kallaður oppositional defiant disorder, sem arfgengara heldur en einhverfa. 65% af íslenskum föngum í íslenskum fangelsum hafa verið greindir með oppositional defiant disorder. Og það skiptir okkur miklu máli sem samfélags að reyna að skilja hvernig stendur á þessu. Og það skiptir okkur mjög miklu máli að búa endanlega til skilningi á því hvernig stendur á því að karlmenn fremja ofbeldi gagnvart konum sem óásættilegt í alla staði. En okkur ber líka að líta þetta allt saman í einhvers konar heildarmynd. Það er ekki nóg að berja bara í borðið og segja helvítis óþverjarnir. Við verðum að skilja hvaðan þessi óþverjaskapur kemur, verðum að reyna að finna eitthvað ráð til þess að takast á við þetta. En það er seinna tímaverkefnið. Verkefnið núna er að reyna að skilja hvernig konur bregðast við áföllum, reyna að skilja hvaðan þessi áföll koma og reyna að finna leiðir til þess að minnka sársaukann. Og þessi rannsókn sem að það stöllur koma á stað, það felast í því að afla töluvert mikil upplýsinga og guði svo lof, þá virðist íslenskum konum þessar upplýsingar vera útbærar, þannig að það er mögulegt að vinna svona rannsókn. Og að þessu leyti þetta svipað fullt af rannsóknum sem bæði þær og við hjá Íslenskri erfðagreiningu höfum unnið áður, að við erum háð því að fólki í landinu sé reiðubúið að taka þátt í þessari þekkingarleit og fyrir það erum við þakklát. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir, Kári. Mér langaði mjög mikið að bera virðingu fyrir fundartímanum, þannig að ég ætla að fá að þakka ykkur fyrir komuna, virðingu fyrir auglýstum fundartíma, nú honum lokið. Það er alltaf hægt að hafa samband við okkur og ræða málin. Við erum líka eitthvað í fjölmiðlum í dag, í viðtölum, eða bara skrifa okkur post eða skrifa okkur á Facebook ef þið hafið ykkur spurningar og við reynum að vera eins duglega að svara og við getum. Takk öll fyrir að koma, takk líka þið sem að voru að hlusta á okkur í streyminu, takk kæru gestir fyrir að taka þátt í þessu með okkur og ykkar frábæri erindi og ég segi bara fundist lítið, njótið dagsins.
þetta er uppbókið, þannig að það er bara það sem að við bara mikilvægt að líka að halda áfram. Varðandi þessar konur sem eru eldri konur sem ætti að bjóða upp á hvað eitthvað þessum þess að taka það á spurningu bara að við móðum við Já, þetta er mjög góð spurning og við höfum fengið hana þar sem að við höfum svarað því að við bjóðum þetta aðstæða innskráningu og leiðbeiningar með hvernig við sko ná til Íslingi eða þá að byrja eitthvað sem aðstæða sem við skráð sér náttúrulega þá. Við kemum til miður ekki búið upp á spurningalista pakkir eða búið upp á viðtöðs. Það er bara umhverfum. Já, þannig að það er sem þær verða að treysta bara hjálp umhverfisins. Já, og ykkar, já. Það er hérna áttu dagskrám að þess að glæra mér þetta var senda sem við náðum svo. Ég er ná. Já, ég skal sjekka því. Ég ætla að varsta að búa búið. Já, það verður svo bara. Það er ekki að skjóta þau og loska hérna. Já. En er eitthvað sem kom okkur á óvart? Það sem kom okkur á óvart var fyrst þegar við fórum að skoða þetta var hversu hátt hlutfall hvernig hefur og við getum svona velt fyrir okkur aftur að það er að þetta hlutfall hætta í einhvernum eldri og ég held að einn áttur í þessu sé hreinlega að undanfarið áhrif í nýtúrbyrtinguna er orðið eitthvað svona endurmat á því hvað konur nefna sem meituna nauðum til er ekki bara afleiðing í lögfæri að geta það. Já. Þannig að það sé einhvern veginn ekki að segja að sé árið meira umkemur og það þarf ekki að vera. Það þarf ekki að vera. Þetta væri svona fyrsta sem ég myndi vilja benda á að þetta er svo mikið gríðarleg breyting í samfélagi sem ég orðið ástæðan. Þú talar alltaf þig, þegar ég var að koma að þessu sveit, þú heitir Arnhildur. Getur þú sagt mér tölvupóst sem ég get svarað það sem ég get svarað Já. Nei, þannig er þið. Þannig að koma. Alveg ekki. Gaman að koma. Takk fyrir að koma. Arna eða eitthvað sliðis? Arna Hauksdóttir, arnaha@hi.is. Þetta er bara Já, og ég næ að senda þetta á eftir. Já. Þetta var mjög árið, er þetta hjá henni? Já. Stefanía, já. Áttu vona að þetta er í þessa vega? Sko, hún hefur gert þetta áður og hún gerir þetta svipað. Þetta er bara svona einlægt og hún er ekki, hún er ekki þetta ávart, hún er bara svona aðeins að deila og bara... Hvernig fannst þér stemmingin í vinnu á meðan þú var að tala? Og náttúrulega mjög dapurleg og fólk var að gráta og þarna stóð upp fyrir henni í lokin. Já, það gerði það? Já. Við sáum það ekki í... Nei, varst þú í fyrir það? Já. Nei, það var bara mjög svona tilfinningaþrungin stemming og svo þegar hún hafði lokið málsinu þá stóð allir þarna upp og klappaði. Það var kannski að segja að Kári hafði líka gert þetta alveg einstaklega vel. Hvað þeir eru? Kári að koma eftir henni, sko. Já. Það gerði það einstaklega vel. Já, hann náði að það er ekki auðvelt að koma eftir svona náttúrulega. Já, ég heyri þér. Ef ég hefði tök á áhugurinn að ræða við Stefaníu þá myndi ég kannski fá bara hjá þér. Já. Ég er með kontakt. Takk fyrir. Takk. Hæ. Gaman að sjá þig. Já, var hún?
Já. Já, hún hefur allan að náð henni. Já, ég kom alltaf að kynna hana til leiks. Ég kom alltaf til mig til það. Heyrðu, hér er sími líklega Unnar. Ég er búin að vera með að streyma snabbt. Já, ég er búin að vilja taka þér eitt og þú veist að kynna henni til leiks. Já,